Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 14. ágúst 2024 klukkan 16:34. Þetta 854. fundur bæjarstjórnar og er haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Og forseti vill byrja á því að bjóða bæjarfulltrúa og starfsfólk velkomin að nýju til starfa eftir sumarleyfi og vona að þið hafið öll notið ykkar í sumarfríinu. Fundinn í dag sitja allir aðalbæjarfulltrúar. Á boðaðri dagskrá eru 4 fundargerðir bæjarráðs til kynningar að þessu sinni þar sem að bæjarráð hefur í sumarleyfi bæjarstjórnar haft fullnaðar afgreiðsluheimild. En fyrir liggur ósk frá oddvita B-lista að taka á dagskrá með afbrigðum liðin kosningi nefndir og ráð og leggur forseti til að málið verði tekið á dagskrá og kæmi þá inn sem liður 1 á dagskrá þessa fundar. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja að taka þetta mál á dagskrá að gefa merki. Það samþykkt með 11 atkvæðum og þá liggja alls fyrir fundinum í dag 5 mál. 1 almennt erindi til afgreiðslu og 4 fundargerðir til kynningar. Og við vindum okkur bara beint þá í liðin kosningi nefndir og ráð. Og það liggur fyrir svohljóðandi tillaga frá oddvita B-lista. Lagðar eru til breytingar á fræðslunefnd, lagt til að Hrafnhildur Gísladóttir verði aðalmaður og varaformaður fræðslunefndar í stað Örvars Jóhannssonar og jafnframt að Örvar Jóhannsson verði varamaður í stað Ólafar Kristínar Sívertsen. Og eru fleiri tillögur? Svo ekki og telst þá tillagan samþykkt. Og þá komið að fundargerðum til kynningar og það þá fyrst fundargerð 630. fundar bæjarráðs sem framfór 20. júní síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu og enginn kveður sér hljóðs og fundargerðin því lögð fram. Og næst á dagskrá fundargerð 631. fundar bæjarráðs sem framfór 27. júní síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Það þá að koma hérna upp undir máli 2.1 og segja nokkur orð. Það ráðning í stöðu sviðsstjóra fræðslu- og frístundasviðs. Það hérna ástæða til þess að koma upp og svona fjalla örstutt hérna það þegar nýr sviðsstjóri ráðinn til bæjarins. Það nú ekki á hverjum degi sem það gert. Og þetta er náttúrulega heilmikið starf. Fræðslu- og frístundasvið starfrækir 5 grunnskóla, 8 leikskóla, bólið, listaskóla Mosfellsbæjar og svo öfluga skólaþjónustu. Þannig að þetta stórt starf. Og við fengum 35 umsóknir þetta starf sem frábært og Ólöf Kristín Sívertsen þá nýráðin sviðsstjóri fræðslu- og frístundasviðs og ég vil bara óska henni til hamingju með starfið og bjóða hana velkomna og á sama tíma vil ég líka þakka Gunnhildi Sæmundsdóttur fyrir að hafa stigið inn í starfið tímabundið á sínum tíma. Gunnhildur náttúrulega hokin á reynslu í fræðslumálum og staðið sig afskaplega vel og okkar samstarf mitt og hennar mitt sem formaður fræðslunefndar verið bara mjög ánægjulegt og uppbyggilegt. Þannig að ég bara þakka fyrir það og hlakka til að vinna svo áfram að góðum málum með Ólafi. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskar til að taka til máls þennan lið? Svo virðist ekki vera en aðra liði fundargerðarinnar, bæjarfulltrúi Halla Karin gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp fyrir máli 2.3, ársskýrsla Mosfellsbæjar og langar að segja nokkur orð. Mosfellsbær skilar inn ársreikningi ár hvert eins og öll önnur sveitarfélög, enda það lögbundin skylda. En núna í ár var nýbreytni
að við komum líka með, eða kom út ársskýrsla Mosfellsbæjar sem mjög myndræn og einkar vel sett fram og hún hugsuð til þess að veita Mosfellingum og öðrum áhugasömum góðar upplýsingar alla starfsemi bæjarins sem og rekstur. Og ég vil bara hvetja alla þá sem hafa ekki skoðað þessa frambærilegu skýrslu sem sýnir svo sannarlega hvað margt gott í gangi hér og hvað mikil svona fjölbreytt þjónusta í boði. Þó svo að vissulega þá erum við alltaf að vinna því að gera enn betur, en það vissulega margt gott í gangi og ég vil bara þakka bæjarstjórunum okkar, henni Regínu og öllu því starfsfólki sem hefur komið að þessari yfirgripsmiklu skýrslu og sem bara að mínum mati einkar áhugaverð og góð lesning. Og svo langar mig kannski að segja að svona margbreytileg þjónusta og góð þjónusta kemur ekki af sjálfu sér. Það þarf gríðarlega mikið og öflugt starfsfólk sem að vinna hérna fyrir okkur eða þjónusta okkur dag frá degi, ár frá ári af kostgæfni og alúð. Og ég vil bara segja eitt stórt takk. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo virðist ekki vera, en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir máli 2.4 og ætlaði aðeins að segja ykkur frá úthlutun lóða við Úugötu. Við auglistum 50 lóðir til umsóknar og það komu 389 tilboð frá 50 aðilum. Og eitt af þessum tilboðum var undir viðmiðunarfjárhæð og taldist ógilt. En svona eins og úthlutunarskilmálarnir eru hjá okkur að þá ekki takmarkanir á því hversu margar par- og raðhúsalóðir hver og einn umsækjandi getur sótt en við erum með takmarkun varðandi einbýlishúsalóðirnar. Þar getur hver umsækjandi aðeins sótt eða fengið úthluta einni einbýlishúsalóð. Og það var mjög mikið það, eins og ég segi að þetta eru 50 einstaklingar eða lögaðilar og 389 umsóknir, þannig að það voru margir að sækja margar lóðir. Úthlutunin komin ansi langt, en það liggur fyrir að við munum koma inn í bæjarráðið aftur eftir að vera búin að vinna þetta núna í sumar. Þegar að ef einn fellur frá þá bjóðum við þeim næsta og svo koll af kolli. Þetta svona töluverð vinna í þessu, en við reiknum með að það verði nokkur fjöldi af einbýlishúsalóðum sem að sitja eftir. Þannig ég reikna með að við séum þá kannski að úthluta í heildina í sumar 35 lóðum en að 15 komið til endurúthlutunar. Það samt ekki loku fyrir það skotið að það ennþá hreyfing á þessum málum. Þannig ég vildi bara upplýsa bæjarstjórn og bæjarbúa stöðuna. Takk fyrir. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Það virðist ekki vera, en aðra liði fundargerðar sem ekki hafa verið ræddir. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Þá næst á dagskrá fundargerð 632. fundar bæjarráðs sem framfór 4. júlí síðastliðinn og fundargerðin opin fyrir umræðu. Og bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 3.3. Vetrarþjónusta í Mosfellsbæ útboð. Langaði aðeins bara að vekja athygli á þessu máli og lýsa því yfir þeirri skoðun minni og okkar að hvað það ánægjulegt að sjá þær breytingar sem eru fyrirhugaðar á vetrarþjónustu í Mosfellsbæ. Nú verið að færa þjónustu bæjarins nær því sem gerist í nágrannasveitarfélögunum okkar og það stendur til að bæði senda tækin fyrr út
þegar að fellur snjór, þannig að vonandi hjálpar það til við það að halda götunum hjá okkur auðum fyrr og minnkar tafir sem geta orðið, allavega sérstaklega þessa fyrstu snjóadaga sem við þekkjum öll. Þar fyrir utan verið náttúrulega að uppfæra það kortið með stækkun bæjarfélagsins huga. Það eru heilmargir kílómetrar sem bætist við. Það eru heilir 18 kílómetrar 35 kílómetrar af stofn- og tengigötum og það munar heldur betur minna. Þannig að við langaði bara að vekja athygli á því að hér erum við að vinna að því að bæta þjónustuna við bæjarbúa og ég hlakka til að sjá niðurstöðuna úr þessu útboði og vonandi verður það hagfellt fyrir okkur öll. Takk fyrir. Takk fyrir það. Bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel. Það forseti bæjarfulltrúar kemur upp undir sama máli frá fundi bæjarráðs, mál nr. 33 vetrarþjónusta í Mosfellsbæ útboð. Þarna eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa hér rétt áðan að þarna er verið að bjóða út vetrarþjónustuna og það er hárrétt að það er búið að stækka hjá okkur sveitarfélagið og það þarf að gera þá þær ástafanir sem maður kannski þarf til þess að sú þjónusta verði þá í takt við þá stækkun. En eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Lovísu þá er verið að gera þarna breytingar sem að vonandi verða til góðs. En þessi þjónusta, hún er nú eins og allra umdeildasta sem að við veitum hér í Mosfellsbæ og eins og við vitum að það eru mjög margir sérfræðingar sem að eru á ferðinni hvað þetta varðar. Það að við séum að færa með þessu útboði séum við að færa þjónustuna nær því sem gerist í nágrannasveitarfélögunum. Ég kannski átta mig ekki alveg á hvert við erum að fara þar. Ég kannski ekki búin að kynna mér málið nógu vel hvað það varðar en þjónustan hérna í Mosfellsbæ, hún hefur almennt verið góð og ég held að flestir hafa verið mjög ánægðir með hana og kannski miklu ánægðari heldur en hjá mörgum nágrannasveitarfélögunum og ég vona svo sannarlega að þetta verði okkur hagkvæmt, þetta útboð, en ég vona líka sannarlega að það verði passað upp á það að þegar kemur að velja þá sem að bjóða í, að þá verði horft til þess sem að auðvitað þarf að gera varðandi skilmála, þegar kemur að þá tækjakosti, þegar kemur að hver eru umhverfisvænir og svo framvegis, vegna þess að það skiptir gríðarlegu máli að þetta sé gert almennilega vegna að við erum fljót að fara margfalt upp í kostnaði og margfalt upp í óánægju ef þetta gengur ekki sem skyldi og þetta verður mjög spennandi að sjá hvað kemur út úr þessu vegna þess að meiningin er mjög góð að við ætlum að bæta þjónustuna og vonandi tekst það með þessu útboði og við fáum öfluga aðila til þess að sjá þetta áfram í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Og þá er það síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem er fundargerð 1633. fundar bæjarráðs frá 11. júlí síðastliðnum. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér inn eftir málið 5.6 á þessum fundi hérna hjá okkur, gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólum. Á 633. fundi bæjarráðs samþykkti bæjarráð að skólamáltíðir í grunnskólum yrðu gjaldfrjálsar frá og með skólabyrjun 2024. Eins og við öll vitum má rekja upp að þessa máls til kjarasamninga á almennum vinnumarkaði síðastliðinn vetur. Ríkisstjórnin leitaði til Sambands íslenskra sveitarfélaga samstarf þetta mál. Megintilgangur þessarar framkvæmdar var að greiða fyrir gerð kjarasamninga. Í því augnamiði að það næðust hóflegir samningar
sem yrðu lóð á vogarskál baráttunnar gegn verðbólgu og háum vöxtum. En sveitarfélögin eiga, eins og við vitum, mikið undir því að það takist að ná tökum á hvoru tveggja, vegna síns reksturs og vegna sinnar fjárfestingagetu. Og þá eiga fjölskyldurnar í landinu, sérstaklega yngri fjölskyldur sem eru að koma sér þaki yfir höfuðið og eru á sama tíma að koma upp börnum, þær fjölskyldur eiga á sama tíma mikið undir því að vaxta- og verðbólgumálin komist í betra horf. Fyrirkomulagið þannig að ríkissjóður kemur með fjármagn í jöfnunarsjóð samkvæmt bráðabirgðaákvæði sem bætt var við lög tekjustofna sveitarfélaga. Í þessu bráðabirgðaákvæði kemur fram að ríkið muni bæta við tekjur jöfnunarsjóðs árlega framlagi sem sjóðurinn síðan úthluta til þeirra sveitarfélaga sem bjóða gjaldfrjálsar máltíðir. Þannig að andlagið við þetta er það eru bara þau sveitarfélög sem taka þátt í þessu sem fá hluta af þessum fjármunum. Framlag ríkisins á að nema 75% af kostnaði sveitarfélagana í landinu og er ríkið skuldbundið til að greiða þessar greiðslur frá árinu 2024 og til 2027. Hvað tekur við eftir 2027 veit enginn. Og það er alveg óljóst og ekki skynsamlegt eða raunhæft að fara eitthvað að reyna að spá fyrir það á þessum tímapunkti. En með því að fella niður gjöld fyrir mat lækkar útlagður kostnaður fjölskyldnanna og má ætla að fjölskylda sem er með 2 börn í grunnskóla í Mosfellsbæ spari sér 20.000 krónur mánaðarlega yfir skólaárið og þá reikna ég með að það séu 5 dagar í viku og 4 vikur í mánuði og hver mánuður kostar 495 krónur. Ég vona það sé rétt reikna hjá mér. En auðvitað þarf fólk að vinna sér inn aðeins meiri pening vegna þess að þetta er náttúrulega eftir skatt sem fólk er að borga þetta. En það þarf að halda því til haga að greiðslur foreldra í Mosfellsbæ hafa verið með því lægsta sem gerist árabil vegna mikilla niðurgreiðslu sveitarfélagsins á matarkostnaði í skólunum. Ýmsir hafa lýst áhyggjum sínum af því að gæði matar sem börnunum verður boðið upp á, að gæðin muni skerðast, sem og að matarsóun verði meiri þegar að foreldrar greiði ekki beint fyrir matinn. Því er til að svara að hjá Mosfellsbæ eru engin áform uppi að skerða gæði matar. Þvert á móti, þá hefur meirihluti BSI og S-lista lagt á það áherslu að staðinn verði vörður hollar og næringaríkar máltíðir í skólunum. Og svo má nefna að það er náttúrulega stefna mat í mötuneytum bæjarins sem náttúrulega þarf að vinna samkvæmt. Nú, hvað varðar matarsóun, þá er það alveg rétt að við þurfum alltaf að vera á verði gagnvart því að verðmætum og auðlindum sé sóað, það á við mjög víða. En ég hef þá bjargföstu skoðun að börn fari ekki að sóa mat í stórum stíl þó þau verði upplýst að foreldrarnir greiði ekki beint fyrir matinn, heldur óbeint í gegnum skatta og útsvar eins og þau borga fyrir annar rekstur grunnskólans. En það er rík ástæða til þess að gæta sérstaklega að þessum þætti, ég er sammála því, og ég treysti skólanum okkar bara mjög vel til þess að halda utan þann þátt með fræðslu og samtali. Eins og fram kom á bæjarráðsfundinu sem við erum að ræða núna, ég man ekki nákvæmlega hvaða daga hann var haldinn, þá hafði bæjarráð fengið upplýsingar í minnisblaði sem var lagt fram að mig minnir 30. maí, það var alveg í lok maí, hver áætlaða kostnaður við þessa aðgerð, þann áætlaða kostnað sem að þessa aðgerð hefði í för með sér fyrir bæjarsjóð. Nú veit ég ekki alveg hvort ég má nefna þá tölu því ég fór alltaf inn að hugsa þetta minnisblaði held ég ekki opið sko. En allavega þá vorum við upplýst útreikninga það, en ég ætla bara að sleppa því nefnilega þessar tölur, afsakið frumflutganginn í mér. En svo reyndar á dagskrá bæjarráðs í fyrramálið að þá liggur fyrir tillaga endanlegri útfærslu og endurskoðun reglna, því það er óhjákvæmilegt að endurskoða reglurnar, sem sagt, það liggur fyrir bæjarráðsfundi í fyrramálið og kemur það inn á næsta fund bæjarstjórnar og verður eflaust rætt þá opinskátt allar fjárhæðir og allt á þeim tíma. Fleira ætla ég ekki að segja þetta í bili. Takk. Takk fyrir það, bæjarfulltrúi. Fleiri bæjarfulltrúi Ásgeir, gjörðu svo vel.
Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli gjaldfrjálsar skólamáltíðir í grunnskólanum sem var til umfjöllunar á þessum bæjarráðsfundi, þar sem að bæði fulltrúar D-lista og fulltrúar meirihlutans bókuðu og fulltrúar D-lista sátu hjá við afgreiðslu þessa máls eins og við hefum gert í öðrum afgreiðslum þessa máls sem hafa legið fyrir hér í stjórnsýslunni í Mosfellsbæ. Við erum ekki, fulltrúar D-lista, við erum ekki í prinsipun á móti því að það verði hægt að veita betri og ódýrari þjónustu í grunnskólum sveitarfélagsins, þar á meðal þá ókeypis skólamáltíðir. En það sem að við höfum sett út á frá upphafi málsins, það er aðferðafræðin, hvernig var aðeins staðið. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði að það hafi verið, ríkisstjórnin hafi leitað til sambands íslenskra sveitarfélaga varðandi samstarf og samráð þetta mál og það er alveg hárrétt hjá henni. En svo bara deilir okkur á hversu mikið samráð og samstarf var haft málið. Og við teljum fulltrúar D-lista hér í Mosfellsbæ og reyndar fulltrúar D-lista á fleiri sveitarstjórnum að það hafi ekki verið mjög mikið og okkur hafi hreinlega verið stillt upp við vegg í þessu máli. Og okkur ber sem kjörnum fulltrúum, hér alveg sami í hvaða flokki við erum, að standa vörð hagsmuni okkar sveitarfélags og ég tel að þetta fordæmi sem verið að gefa með þessu og að gert með þessu, það sé mjög varhugavert fyrir okkur sveitarfélögum. Og eins og einhverjir hafa spurt, og sem er bara alveg mjög eðlileg spurning, hvað verður það næst sem að sveitarfélögin verða sett í að gera í samningum á almennum markaði? Við skulum átta okkur á því að þetta voru ekki samningar opinberra starfsmanna, þetta voru samningar á almennum markaði. Og við spyrjum okkur líka hvort það hefði ekki verið að gera þetta með öðrum hætti og þá með aðeins meiri fyrirvara og meiri umræðu málið vegna þess að teljum við hér í þessum sal til dæmis að mesti forgangurinn og mesta þörfin í skólum Mosfellsbæjar og annarra sveitarfélaga sé á þessum krepputímum að það sé að veita ókeypis skólamáltíðir. Hefði ekki verið betur, hefði ekki farið betur á því að til dæmis ef að ríkið vil koma með þetta fjármagn inn í 3 ár sem er forsenda fyrir þessu vegna þess að nóin og þröngu stakkurinn á sveitarfélaginu þó þurfi ekki taka alla hennar kostnað á sig, að hefði ekki verið farið betur á því að við hefðum skoðað það hvort það væri önnur forgangsmál í skólunum eins og aukinn stuðningur inn í skólakerfinu, hvort sem það er varðandi sérfræðikennara, alls konar sérfræði þjónustu og annað, hefði það ekki verið betra að fá kannski meira fjármagn inn í það heldur en akkurat þetta. Vegna þess að við þekkjum það að við tókum við skólunum, var það ekki 2011, síðan tókum við málefni fatlaðs fólks 2011 í að snúa þessu við, skólunum miklu fyrir sennilega 96 eða 97 og það sem að sveitarfélög og sveitarstjórnir hafa kvartað undan í langa tíma, löngu áður en ég kom inn í þetta 2018, það er það að kostnaðurinn, hann eykst alltaf, það er verið að setja ný lög í hvaða málaflokki sem það er og það fylgir aldrei neitt fjármagn með. Og svo eru menn alltaf hissa á því að fjármál sveitarfélagina sé ekki eins og bestur á kosið. Þannig að þetta er kannski grundvöllurinn fyrir þeim þeim ágreiningi, ef við getum kallað svo, sem að við höfum verið að benda á og þeirra sem að benda á hversu gott þetta máli sem það eru þetta í prinsipinu, en varðandi forgangsröðunina, varðandi hvernig er á þessu staðið, það er eitthvað sem við erum ekki sátt við. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður sagði líka að þeir ætla að borga þetta til 2027 og enginn veit hvað gerist eftir það. Það er alveg ljóst mál að þetta verður væntanlega ekki tekið á aftur og alltaf þá þurfa þá sveitarfélagin að taka þetta á sig allt eftir það. Við vitum það ekki, en þannig verður bara að gefa út einhvern opinn víxil fram í tíman. Það er líka talað um þetta að kofra 75% af kostnaði sveitarfélagina. Það er búið að vera töluvert mikið verðbólga eins og við vitum í landinu þó nokkuð langa tíma, 6–10%. Ef það verður áfram að þessum 30 ára basis, sem við náttúrulega vonum að verði alls ekki,
þá kemur til með að hækka þessi kostnaður, raunkostnaður fyrir sveitarfélagin. Ætlar ríkið að bæta okkur það upp eða mun það leggjast á sveitarfélagið? Það mun væntanlega leggjast á sveitarfélagið. Þannig að það er svo margt í þessu og það hefði þurft að gera þetta með svo allt öðrum hætti og kannski svona grunnatriðis er þetta að vega svona að sjálfstæði og ákvörðunarrétti sveitarfélagana með samningum á almennum markaði eins og var gert. Það er mjög varhugavert og vona menn spyrji hvað næst. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi Lovísa. Ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir sama máli. Ég kem hérna upp vegna þess að mér finnst gæta ákveðins misskilnings sko tilgang þessa úrræðis. Ég er vissulega algjörlega sammála það að ríkið lætur aldrei næga fjármuni fylgja í þeim verkefnum sem þeir flytja yfir til sveitarfélagsins. Það er hins vegar sko annað umræðuefni og bara virkilega þess virði að tala og bara ég hvet bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins til að ræða við sína fjármálaráðherra þó sé ekki það akkúrat þannig núna en ég veit nú ekki betur heldur en að þar hafi setið meira að minna Sjálfstæðisflokkurinn í mjög mörg ár af þessum sem liðin eru frá 96. Hins vegar, þessi ákveðna aðgerð sem hér er til umræðu er liður í því að ná verðbólgunni niður og það er þess vegna sem að farið í þessa vegferð. Þannig að sko ef að við hefum farið að ráðstafa þessum peningum í sérkennslu eða eitthvað slíkt sem vissulega er verðugt málefni og við þurfum peninga í, þá er það ekki til þess fallið að lækka verðbólgu vegna þess að foreldrar eru ekki að borga fyrir það. Þannig að ég ætla nú með öllum fyrirvörum fjárhæðir, þá sá ég það bara í einhverjum fjölmiðlaumfjöllun að einhver verkalýðsforkólfurinn nefndi það að þetta gæti verið kjarabót fyrir fjölskyldu með 2 börn í grunnskóla upp á einhverja rúmlega 30.000 krónur á mánuði. Þetta er allt saman eitthvað sem að hjálpar okkur að hjálpa okkur í því að halda verðbólgunni í skefjum. Það hlýtur alltaf að vera markmið. Það skiptir okkur öllu máli, sveitarfélögum, sem að verðbólgan fari niður. Við erum með verðtryggðar skuldir og við vitum það sjálf hér úr okkar bæjarfélagi hvað þessi verðbólga sem hefur geisað hérna undanfarin ár hefur kostað okkur gríðarlega mikið. Þannig að aftur vildi hnykkja á því, ástæðan fyrir því að við erum að taka þátt í þessari vegferð er það sameiginlega markmið okkar að ná verðbólgunni niður. Takk fyrir mig. Takk fyrir það bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en aðra liði þessara fundagerðar. Svo virðist ekki vera og fundagerðin lögð fram og fleira liggur ekki fyrir á dagskrá þessa fundar. Ég þakka fyrir fundinn og næsti fundur bæjarstjórnar fer fram miðvikudaginn 28. ágúst næstkomandi klukkan 16:30. Til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:02.